Ísraelsher hefur drepið að minnsta kosti 1 barn á hverri klukkustund síðustu 23 mánuði. Helmingur þeirra sem eru á vergangi í Gazaborg eru börn. Þúsundir komu saman á 7 stöðum allt land í dag á fjöldafundum fyrir Palestínu. Þátttakendur kröfðust harðari aðgerða frá íslenskum stjórnvöldum, lítið land geti haft áhrif. Forstjóri PCC bindur vonir við að rannsókn á vegum fjármálaráðuneytisins skili því að hægt verði að hefja kísilmálmframleiðslu á Bakka með því að leggja tolla á kínverskan kísilmálm. Stóru flokkarnir 2 í Bretlandi mælast með sögulega lágt fylgi samkvæmt skoðanakönnunum á meðan umbótaflokkur Nigel Farage tvöfaldar fylgi sitt. Varaforsætisráðherra sagði af sér í gær vegna hneykslismála. Það uppgangur á Vestfjörðum en styrkja þarf innviði, segja atvinnurekendur. Fyrirtækin verði að hafa öruggar samgöngur allt árið kring til að þrífast. Gott kvöld. Að minnsta kosti 1 barn hefur verið drepið á hverri klukkustund síðustu 23 mánuði á Gaza. Alþjóðasamtökin Save the Children bent á þetta í dag. Stórfelldar árásir Ísraelshers á Gazaborg halda áfram. Ein árás Ísraelshers beindist að flóttamannabúðum í Gazaborg. Þegar þau látnu og særðu voru flutt á sjúkrahús, greindi heilbrigðisstarfsfólk frá því að 5 úr sömu fjölskyldu hafi verið drepin. Hjónin Mustafa og Sama og 3 börn þeirra á aldrinum 4, 6 og 12 ára. 4. barn þeirra, hinn 10 ára Núr, er alvarlega særð. Í morgun gaf Ísraelsher íbúum Gazaborgar enn eina tilskipunina að flýja. Fólki sagt að halda suður á svokallað mannúðarsvæði. Þar eru tjaldbúðir fyrir sem eru löngu yfirfullar og 100 hafa verið drepin þar í árásum Ísraelshers. ولا منطقة آمنة اللي بيقولوا لك آمنة أول ما بضربوا اللي هي كله كذب بس بدهم يحصروا الناس يقتلوها تخنق بعضها الناس عشان تقعد كل عائلة 3 عائلات في خيمة ويخنقوهم ويضيقوا عليهم الحياة. 1 milljón er á vergangi í borginni og helmingur þeirra eru börn, samkvæmt Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna. Alþjóðasamtökin Save the Children bentu á dapurlega staðreynd í dag. Á þeim 23 mánuðum sem hafa liðið frá því stríðið hófst hefur Ísraelsher drepið nærri 20.000 börn, að minnsta kosti 1 barn á hverri klukkustund. Samstöðu og mótmælafundurinn Þjóð gegn þjóðarmorði var haldinn á 7 stöðum hér á landi til stuðnings Palestínu í dag. Í kringum 185 samtök og hópar stóðu fyrir samkomunum. Skipuleggjendur segja markmiðið með fundunum að krefja ríkisstjórnunum tafarlausar og markvissar aðgerðir gegn þjóðarmorði. Á Egilsstöðum safnaðist fólk saman í Tjarnargarðinum. Ég vil sjá íslensk stjórnvöld beita sér miklu harðar gegn Ísrael og þessum hryðjuverkum þeirra á þjóðarmorði þarna og beita sér á alþjóðavettvangi í því að reyna að stöðva þetta strax. Á Akureyri hófst dagurinn snemma í Glerárkirkju. Þar eru nöfn barna sem hafa verið drepin í Palestínu og Ísrael síðan í október 2023 lesin upp eitt af öðru. Lesturinn stendur enn yfir. Ibrahim Badar, Is al-Din Shalat, Muna Zakut, öll eins árs. Þetta eru manneskjur. Og það er svo auðvelt að aftengjast og sjá þetta bara sem tölfræði. Þetta er bara einhver stór tala en þetta eru 18.550 börn. Mér er sagt að hérna á Ráðhústorginu og Akureyri hafi komið saman í kringum 450 manns. Ákallið héðan var skýrt. Fólki ofbýður það sem gengur yfir palestínsku þjóðina og vill sjá aðgerðir strax. Og hvað er þetta að gera hérna? Mótmæla þjóðarmorðin í Palestínu. Finnst þið að mörka líftóruna úr heilli þjóð og búið að vera að því áratugi. Þetta er náttúrulega bara skelfilegt. Þetta er þjóðernishreinsun sem við erum að horfa upp á og við erum að horfa upp á það að ríkisstjórnir heims eru ekki að beita sér gegn því. Ég bara ofbýður það sem er í gangi og þetta er að minnsta sem ég geti gert þegar að koma hingað og styðja við Palestínu. Þetta er einhvern veginn það minnsta sem maður getur gert, er að mæta á eitthvað svona samstöðufund og
og reyna einhvern veginn að sýna að maður stendur ekki á sama með þetta hræðilega ástand. Af því við erum með þessum fundi hérna á Akureyri, ef það er horft í tölurnar þá er mannfallið á Gaza eða í Palestínu á við að Akureyrarbær eru þurrkaðar út 3 sinnum. Hvernig nær maður utan svona tölur? Maður bara nær ekkert utan það. Það er bara þannig, það er bara það einfalt. Sko. Það er návarla nokkur orði yfir þetta. Þetta skulle geta gerst ennþá, eins og ég segja, á 21. öldinni. Hvað myndirðu vilja sjá íslensk stjórnvöld gera í dag? Öll í sambandi við Ísrael. Það er skýrt. Algjörlega skýrt. Þetta er náttúrulega bara ólýsanlega sorglegt og ég held að sagan muni dæma okkur mjög hart ef við förum ekki að gera eitthvað strax. Auk þessara staða sem við sjáum hér kom fólk saman á samstöðufundum á Stykkishólmi, Húsavík og Hólmavík. En á Ísafirði lét fólk ekki rigninguna stoppa sig. Tugir voru samankomnir á Silfurtorginu í sama tilgangi. Það er óhætt að segja að samstaðan hér á Austurvelli í dag sé áþreifanleg. Þúsundir komu saman hér til að sýna Palestínu stuðning. Hvað ertu hér? Ég er að lýsa yfir andstöðuminni við framferði Ísraelsstjórnar og mótmanna þessum þjóðarmorði sem fer fram. Mér finnst þetta heimsögulegur harmleikur sem á sér ekki hliðstæðunum helsti í heimsstyrjöldinni síðari. Sýna bara við listamennirnir að við... Hvað getum við annað? Hvers vegna þessi þögn? Hvers vegna gerir fólk ekki neitt? Við erum að sýna samstöðu núna og þessu verður að linna. Þetta bara allur heimurum verður að taka undir, krefjast friðar umræðina. Það er mín bara hjartans von og ósk. Hvað viltu sjá frá íslensku stjórnvöldum? Harðar aðgerðir. Ég veit ekki eiginlega hvað íslensk stjórnvöld er að gera. En eins og hann segir, nú þarf aðgerðir. Það þarf að hætta öllum viðskiptum við Ísrael. Það þarf að fordæma, það þarf að stöðva þetta stríð. Þetta er ógeð. Taka bara harðari afstöðu gegn því sem er í gangi þarna. Ég held að það sé svona það sem maður myndi kannski helst vilja sjá. Auðvitað helst náttúrulega í samstöðu við þjóðir í kringum okkur en ég held að þó við séum lítið land að þá getum við samt sem áður haft alveg gríðarlega áhrif. Velkomin Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, fyrrverandi utanríkisráðherra og formaður Samfylkingarinnar með meiru. Þú fluttir ræðu á fundinum á Austurvelli í dag þar sem þú gagnrýndir ríkisstjórnina og sagðir henni að geta gert mun betur í málefnum Palestínu. Hvar finnst þér hún mega bæta í? Sko, fyrst vil ég segja það að málflutningur ríkisstjórnarinnar hefur verið að verða svona meira afgerandi og fyrir það ber að þakka, en það er ekki nóg, orð er ekki nóg. Þegar við stöndum andspænis þjóðarmorði á Gaza, þá duga orð ekki. Við erum komin langt umfram það og nú verður að grípa til aðgerða og það þýðir ekki að bíða eftir því alltaf einhver aðrir komin borð og vilji vera með í aðgerðunum. Við verðum að gera það sem við getum gert. En hvaða aðgerðir eru það? Það er ýmislegt þetta að gera. Það er til dæmis eitt af því sem að íslensk stjórnvöld geta gert. Þau geta sagt sig úr fríverslunarsamningi EFTA við Ísrael. Við getum hægt að taka þátt í því, en það tekur samt 6 mánuði að verða veruleika ef þau segja sig úr því núna. Það er þetta að leggja allskyns viðskipta bann á Ísrael. Það er þetta að segja sig úr allskyns samstarfi sem við eigum í við Ísrael. Við getum nefnt að því við erum hér, Eurovision, UEFA, FIFA, alls konar samtök sem að Ísrael er þáttakandi í og við getum bara sem þjóð sagt við ætlum ekki að vera þáttakendur og sitja við borð þar sem að fulltrúa ríki sem stendur fyrir þjóðarmorði þar sem það situr. Þannig það er ýmislegt þetta að gera og svo vil ég nefna líka þessa málsók sem Suður-Afríka stendur fyrir alþjóðadómstólnum í Haag. Við getum líka stuðningi við þá málsók. Þannig það er margt þetta að gera. Nú, sko, Íslendingar hafa verið meðal þeirra vestrænu þjóðar sem hafa gengið hérna lengst í stuðningi við Palestínu og gagnrýni á Ísrael. Við höfum verið þar með Noregi og Írlandi og Spáni og fleiri ríki. Men þér finnst að við höfum að ganga enn lengra og jafnvel skera okkur frá og fara framfyrir? Jú, við höfum bara að gera það sem okkur finnst rétt að gera. Siðferðilega rétt að gera og það sem við þurfum að gera við þær aðstæður sem eru núna og við getum ekki alltaf velti fyrir okkur hverjir aðrir alltaf koma með okkur í þann leiðangur. Ef hann er réttur, þá verðum við að fara í hann. Þú vilt að við séum í fararbróti? Þetta er ekki spurningin það en til að vera í fararbróti, þetta er bara spurning að gera það sem er rétt og svo verðum við bara að sjá hverjir vilja koma með. Akkurat. Takk fyrir komin að hingað í myndur, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir.
Að allt öðru. Stjórnvöld taka formlega ákvörðun í september það hvort þau hefji rannsókn á því hvort leggja beri tolla á kínverskan kísilmálm. Forsvarsmenn PCC á Bakka við Húsavík telja kínverska málminn ríkisstyrktan og því sé hann á mun lægra verði en sá sem framleiddur hér á landi. Öll framleiðsla á Bakka liggur niðri og ekki í sjónmáli hvenær verður hægt að setja vélarnar í gang á ný. Uppsagnarfrestur 80 starfsmanna rann út mánaðamótin og öðrum 30 starfsmönnum PCC var sagt upp fyrir mánaðamót og rennur uppsagnarfrestur þeirra út 1. desember. Þá verða 18 manns eftir á launaskrá ef framfer sem horfir. Gögn sem PCC lagði fram til stuðningskæru sinni til fjármálaráðuneytisins vegna meints niðurgreidds kínversk kísilmálms þótti það sterk að samráðsnefnd ráðuneytisins ákvað að halda áfram með málið. Formleg ákvörðun rannsókn verður tekin í mánuðunum. Lítill áfangasigur fyrir okkur að málið skuli allavega vera skoðað og komið í formlegan farveg. Hverju gæti það skilað? Já, við teljum auðvitað að það geti skilað því að við höfum þá greiðari aðgang að innanlandsmarkaði með sanngjarnum tollum á kínverska vöru. Kári segir að ríkisstuðningur í Kína valdi því að þarlendur málmur sé 30–40% ódýrari en annar. Þess vegna hafi margar þjóðir einmitt lagt háa tolla á kínverska málminn. Rannsóknin má taka alltaf 1 ár og flókin vegna laga og reglna innanlands og utan eins og hjá alþjóða viðskiptastofnuninni. PCC hefur selt kísilmálm til álframleiðslu fyrirtækjanna 3, Rio Tinto, Norðuráls og Fjarðaáls. Aðalega einn kúnni hefur verið að kaupa mestmegnis frá okkur, hinn hafa alveg keypt endrum og eins. En við höfum átt í góðum samskiptum við þau og við skiljum þeirra afstöðu meðan að þeir hafa aðgang að mun ódýrari vöru, þá auðvitað neyðast menn til að kaupa það. PCC getur framleitt 36.000 tonn á ári, mun meira en innanlandsmarkaður þarf og því hefur hluti framleiðslunar verið seldur annar staðar í Evrópu. Niðurstöðu yfirvofandi verndartolla Evrópusambandsins að vænta miðjan nóvember. Það og ríkisstyrktur kísilmálmur frá Kína það sem finna þarf lausn á fyrir PCC. Þetta eru svona aðal þættirnir sem munu gera okkur kleift að fara af stað aftur. Að við höfum aðgang að okkur eigin markaði. Bæði á Íslandi og eins í Evrópu. Síðustu dagar hafa verið viðburðaríkir í breskum stjórnmálum. Forsætisráðherrann réðst í allsherjar uppstokkun á ríkisstjórninni eftir afsögn varaforsætisráðherrans. Umbótaflokkur Nigel Farage orðinn langstærsti flokkurinn samkvæmt skoðanakönnun. Dagurinn í gær hófst með afsögn Angelu Reyner, varaforsætisráðherra og ráðherra húsnæðismála vegna vangreiddra stimpilgjalda við kaup á íbúð. Reyner hafði tilkynnt sig sjálfa til siðanefndar og bar fyrir sig lélega ráðgjöf við kaupin. Hún sagði einnig af sér sem varaformaður verkamannaflokksins, það sæti stendur því autt. Upphófst heljarinnar uppstokkun í ríkisstjórn Keir Starmers. Ber þar helst að nefna að David Lammy var færður úr utanríkisráðuneyti í ráðuneyti dómsmála. Hann tók einnig við embætti varaforsætisráðherra. Yvette Cooper sem var innanríkisráðherra nú utanríkisráðherra og við embætti innanríkisráðherra tekur Shabana Mahmood sem var dómsmálaráðherra. Hvaða áhrif þetta hefur á stjórn Starmers og eftir að koma í ljós en staða hennar var ekki sterk fyrir. Hér sjáum við fylgi flokkana í þingkosningunum 4. júlí í fyrra. Verkamannaflokkur Starmers trónir á toppnum með tæp 34% og hinn rótgróni íhaldsflokkur með tæp 24%. En miðað við skoðanakannanir 1. september 2025 staðan gjörbreytt. Umbótaflokkur Nigel Farage mælist með langmest fylgi, 31%, og stóru flokkarnir 2 í sögulegu lágmarki með 20 og 17%. Það því tilefni til bjartsýni hjá Farage leiðtoga umbótaflokksins þegar 2 daga landsfundi lauk í dag var ljóst á umgjörð og þáttöku að flokkurinn stækkar ört. Flokkur Farage popúlískur hægriflokkur og eitt helsta baráttuefni hans að stemma stigu við fjölgun innflytjanda. Samkvæmt Farage hann sá eini sem getur gert Bretland frábært á ný og í lok landsfundar sungu fundargestir saman breska þjóðsönginn. Frá Bretlandi vestur á firði því mikil gróska í atvinnulífinu á Vestfjörðum og ný fyrirtæki spretta upp. Á Ísafirði var blásið til stórsýningar atvinnulífs og menningar í fyrsta sinn í aldarfjórðung.
Það ótrúlega gott að starta fyrirtæki á Ísafirði. Vestfirskir atvinnurekendur komu saman á gullkistunni Vestfjörðum. Dóra bendir á að stoðkerfi í nýsköpun sé eins allt land. Það þarf andlegt þrek til að stofna fyrirtæki og keyra það í gang og stuðningur frá samfélaginu skiptir gríðarlegu máli þar á. Hún segir grósku á Vestfjörðum og mörg nýju fyrirtæki að verða til. Á Brjánslæk á Barðaströnd eru framleiddar vörur úr ærkjöti. Og verið að pakka djörki. Hvernig var það? Þetta þurrkað, svona marinerað og þurrkað ærkjöt. Þetta verið að prófa alltaf eitthvað nýtt, alls konar. Okkur langaði bara að sjá hvort það væri ekki hægt að gera svona meiri virðisauka og þá sérstaklega úr kjöti af fullorðnu, því að það sérst ærkjöti. Það mjög lágt verð fyrir ærkjöt en það hægt að gera þó nokkuð mikið úr því. Veikir innviðir eru helsta áskorunin. Og við verðum að hafa öruggar samgöngur allt árið kring. Umhverfið þarf að vera í lagi og það sem fyrst að nefna þetta þar eru bara vextir á verðbólgu. Svo eru það auðvitað fyrir hérna dreifðari byggðir til að geta byggt upp sína atvinnuvegi og þjónustu í samkeppni við aðra staði sem þá eru það innviðir á borð við samgöngur auðvitað og örugga raforku og þá fylgir síðan hitt og eftir. Velgengni Keresis glæddi vonir víða á Vestfjörðum. Dóra segir fyrirmyndir skipta máli. Það líka efnahagslega hvetjandi vegna þess að þegar einhverjum gengur vel þá koma meiri og meira fjármagn inn í spilið og það verður til þess að fólk og önnur fyrirtæki fjárfesta í nýsköpun. Þetta lofttjakkur, hann á að opna og loka hliði sem á að passa að fiskurinn fari réttu leið. Fyrir 2 árum lokaði Bater á Ísafirði. Þá var gat í markaðnum í framleiðslu tækjabúnaðar fyrir sjávarútveg og matvælaframleiðslu. Það ekkert á hverjum degi sem að landsliðið í stáli á lausu. Það hefur ekkert farið fram hjá neinum og það hefur verið gríðarlegur uppgangur hérna í atvinnulífi. Við erum að sjá gríðarlegan vöxt í eldi og öll þjónustan í kringum eldið, hún að aukast. Kæti og keppnisskap var við völd í Öskjuhlíðinni í Reykjavík í dag. Þeir vígalegir hjólreiðakappar smelltu á sig hjálmunum og kepptu í hjólakeppni á vegum hjólaskólans, Tinds og Krónunar. Hjóla var eftir aldursflokkum allt frá 2 til 12 ára. Hjálpardekk voru ekki leyfð. Aldrei hafa fleiri tekið þátt í keppninni eða 400. Þá skulum við huga því hvort að haustið eitthvað í kortunum. Í nótt og morgun kemur mikið úrkomusvæði inn á austanvert landið. Í fyrramáli verður norðaustan strekkingsvindur með rigningu og talsverð úrkoma verður tíma á Suðausturlandi og Austfjörðum. En á vesturhluta landsins verður þurrt fram eftir degi. Síðdegis hvessir heldur vestan til á landinu. Þá verður rigning svo til allt land en tíma dregur heldur úr vætu austanlands. Hiti yfirleitt 7 til 15 stig. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Ísland vann stór sigur á Azerbaijan í fyrsta leik sínum í undankeppni HM 2026 í fótbolta karla. Liðið heldur nú út til Frakklands en án Alberts Guðmundssonar sem meiddist við það að skora í gær. Fyrsta bikarmót haustsins í hnefaleikum fór fram í Reykjanesbæ í dag. Þar sáust hörku spennandi bardagar en það vantaði hins vegar hnefaleika konur. Handbolti, körfubolti og svissnesk alpaglíma í íþróttum hér handan við hornið. Þá skulum við segja hvað bar hæst í þessum fréttatíma. Ísraelsher hefur drepið að minnstakosti 1 barn á hverri klukkustund síðustu 23 mánuði. Helmingur þeirra sem á vergangi í Gazaborg eru börn. Þúsundir komu saman á 7 stöðum allt land í dag á fjöldafundum fyrir Palestínu. Fyrrverandi utanríkisráðherra segir löngu tímabært að íslensk stjórnvöld grípi til aðgerða, til dæmis draga Ísland út úr fríverslunarsamningi EFTA við Ísrael. Forstjóri PCC bindur vonir við að rannsókn á vegum fjármálaráðuneytisins skili því að hægt verði að hefja kísilmálmframleiðslu á Bakka með því að leggja tolla á kínverskan kísilmálm. Stóru flokkarnir 2 í Bretlandi mælast með sögulega lágt fylgi samkvæmt skoðanakönnunum á meðan umbótaflokkur Nigel Farage tvöfaldar fylgi sitt. Varaforsætisráðherra sagði af sér í gær vegna hneykslismála. Fréttatíminn á enda og komið að íþróttum og veðri. Fréttastofa Ríkisútvarpsins stendur vaktina allan sólarhringinn. Það má alltaf senda okkur ábendingar á fréttir hjá rúv.is. Við kveðjum ykkur í kvöld með myndum sem Víðir Hólm Ólafsson tók í vikunni af Þórsmörk í síðsumarskrúða og krossa á þar sem hún hríslast niður aura sína. Verið sæl.
Á RÚV í kvöld. Teiknimynda ást. RÚV sýnir fjölda velvaldra Disney teiknimynda og kvikmynda áhuga fólk fjallar hverja mynd. Felix Bergsson segir frá myndinni Aladdin frá